og þegar maður svona hugsa tilbaka þegar ég bjó í Noregi að þarna þá var konan í sveimaklúbb og þau heldur svona jólahlað bara allt einu sinni ári og þetta voru 4-5 pör þá var náttúrulega þessi hópur hittist þá sáttu kallarnir inn í stofu að drekka bjóra og horfa á fótbolta en einhver þetta vegna enda ég held en elda sem er konum engan að hafa verið kallanum Nei. Ég passaði ekki þar inn í Nei. Þannig að þú veist Þetta nefnilega svo ótrúlega fjölbreytt og margslungið, þú veist, ég yngst af mínum systkinum og ég eina stelpan. Já. Og ég hef alltaf verið bara, mér finnst ég hafa fengið, þú veist, styrsta stráið, sko, af því að ég bara alltaf vesen, þú veist, byrja túr og þú veist, dramatíski hugsun og þeir eru bara einhvern veginn vöðlast áfram í gegnum lífið og velta hlutunum ekkert og mikið fyrir sér. Já. Þannig að ég hef ofta verið bara eitthvað, ég vildi ég hefði bara fæðst sem strákur. En þú veist, það er ekki það að ég sé, þú veist, það var dásanlegt að ganga með barn, allt það. En það þurfa að vera á blæðingum í hverju mánuði frá maður er 14, þangað til maður er 60. Þú veist, þetta finnst mér ósanngjarnt. En Ég var alveg til að skipta þig. Já. En þú veist, maður er bara, en maður er ekki alltaf eitthvað vanþakklátur með það sem maður hefur, en þú veist, ég er ekki þannig að mér langi að verða kall í dag, ég er mjög skrítinn og lítill maður, held ég. En mér finnst gaman að vera kona og mér finnst gaman að vera, þú veist, fín og allt þetta, en ég er rosa lítið í kjólum, þú veist, ég er alls ekki þessi típiska kona, skilur. Nei. En það þýðir ekki, þú veist, að ég sé eitthvað, það er ekkert það þú veist, bögga mig, ég er bara einhvern veginn vönusu og ég hef alltaf verið svona. Já, ég meina þegar ég kom út, sko, þá var ég rosa upptekinn, þú veist, ég sé alltaf að ég hef farið að gelgjuna þú veist, þá var þetta eitthvað sem að ég hafði þurft að neita mér þetta mörg ár þannig að ég rasaði svolítið út og ég gæti ekki fórt úr húsi á þess að mála mig Nei. Og þarna var alltaf í háum hælum, sokkaböksum og kjólum og pilsum og öllu þessu Já. En mér finnst mjög gaman að dressa mig upp á og til en svona dagstælega því ég er bara mikið úti fyrst og út í náttúrunni og þá liði mér bara best í útistegalunum